Þannig að mig langar að kynna þess fyrir ykkur hvernig við upplýsingafræðingar getum nýtt okkur gervigreindina og þetta kannski pínu bókasafnsmiðað en það alveg hellingur þarna inni sem að hægt að yfirfæra á önnur störf líka. Þannig að byrja því að deila hérna skjánum með ykkur. Og þið ættu öll að sjá núna glærurnar, gervigreind í lífi upplýsingafræðinga. Ég ætla að byrja aðeins á því bara að tala hvernig gervigreindin getur nýst okkur í hvernig gervigreindin getur nýst okkur. En við ætla að byrja samt pínu að fara í sögu gervigreindarinnar á mjög miklum handahlaupum. Þetta byrjar sem sagt miðja 20. öldina þegar að breski stærðfræðingurinn Alan Turing kom með kenningu að vélar ættu einn daginn eftir að líkja eftir mannlegri greind. Þá var þetta náttúrulega svona frekar útópísk hugmynd, en svo í dag þá erum við náttúrulega komin á þann stað að gervigreindin bara að tala við okkur allan daginn, eins og fólk sem með Siri eða Alexu eða OK Google. Og það eiginlega svona miðjan 10. áratuginn þegar IBM-tölvan Deep Blue vinnur Garry Kasparov í skák sem að fólk fór að átta sig á því að jú, þetta væri alveg möguleiki. Tölvurnar gætu alveg sýnt ákveðna svona greind innan gæsalappa. Síðan þegar skýjalausnir fara að koma til sögunar að það eiginlega þá sem að risastór stökk hófust fram á við. Vegna þess að þá var þetta að hlaða upp gagnapökkum af nánast óendanlegri stærð sem að kallað Big Data og láta tölvur að lesa gögnin og læra af þeim. Og inni í þessum Big Data pökkum eru markaðsrannsóknir, samfélagsmiðlasvæði, hagfræðileg gögn eins og frá þjóðskrá, upplýsingar úr eftirlitsmyndavélum, efni af vefsíðum, rannsóknir sem í opnum aðgangi og fleira í þeim dúr. Og þessi gervigreindarmódel eru mötuð á þessum upplýsingum og með aðstoð djúpnáms þá læra þau að greina mynstur og í rauninni giska á hvaða tala eða orð líklegast að komi næst í ákveðinni runu og þannig tala við okkur. LLM stendur fyrir Large Language Model og það eru gervigreindamódel sem eru svona almenn eins og ChatGPT til dæmis, sem hefur verið matað á risavöxnum gagnasöfnum, 1000 terabæta oft og lærir af þessum gögnum að tjá sig. LLM-módelin þau vita oft eitthvað allt en eru ekki alltaf mjög nákvæm og geta líka bara búið til upplýsingar og fengið svona óráðsíu hálfgerða. Síðan það SLM, sem stendur fyrir Small Language Model, og það eru módel sem eru mötuð á minna magni af upplýsingum en verða oft nákvæmari og vita mjög margt fátt. Og þetta á til dæmis við eins og spjallmennin hjá tryggingafélögunum. Af því þú matar þau bara á upplýsingunum sem tengjast tryggingafélaginu og það veit allt það, en þú getur aldrei spurt spjallmenni hjá TM og sagt hvernig að baka eplaköku. Þó að í grunninn sé spjallmennið hjá TM og ChatGPT byggt á mjög svipuðum grunni. Alveg eins og við myndum seint nota hamar til að losa skrúfu, að þá verðum við átt okkur á að gervigreindarforrit eru ekki öll til sömu hluta nytsamleg. Þau hafa sín hlutverk og eru misgóð í að tækla verkefni og það liggur við að sé alveg tilgangslaust að setja fram lista af þeim því að það bara þeim fjölgar, kannski ekki segja daglega, en þeim fjölgar alveg mjög hratt. ChatGPT frá OpenAI hefur ansi sterka stöðu á markaðnum, enda það hraðvirkt og getur leitað í mjög miklu magni upplýsinga á stuttum tíma. Það getur leitað á vefsíðum, búið til myndir með hjálp DALL-E og vídeó með hjálp Sora. Það getur talað við þig og haldið uppi nokkuð raunsönnu spjalli. Við notum þetta töluvert á mínu heimili. Og síðan eitt sem heitir Claude og Claude getur ekki búið til myndir fyrir þig, allavega ekki þegar ég notaði það í síðustu viku. Og það getur heldur ekki búið til vídeó, en oft gefur það
betri innan gæsalappa niðurstöður heldur en ChatGPT og það getur komið með lista af heimildum sem að ChatGPT getur líka, en Claude til dæmis getur hjálpa fólki ef það þarf að skrifa kóða fyrir vefsíðu sem að chatið ekkert sérstaklega gott í, ChatGPT. Og þarna eru nokkur, það er Gemini, Perplexity, Qwen og Llama sem eru í eigu Meta. Þessi eru svona frekar stór á markaðnum. Og ég nota sjálf mest ChatGPT því það er bara ótrúlega aðgengilegt. En Claude líka á og til og er svona kannski aðeins búin að vera að kynna mér það meira. Ég hef ekki notað Qwen eða Llama. Ekki ennþá allavega. Síðan eru við til dæmis með gervigreindir sem að henda betur ef þú ert í einhverjum rannsóknum. Þar eru Consensus, SciSpace, þeim er innbyggt í ChatGPT, Elicit, Semantic Scholar og Research Rabbit. Þetta er eitthvað sem við getum nýtt okkur til að gera, ef við erum að gera rannsóknir í vinnunni eða leita einhverjum svona sértækum upplýsingum sem myndu finnast í rannsóknargögnum. Og niðurstöðurnar sem að SciSpace gefa, þær eru oft mjög góðar. En við þurfum að prófa okkur svolítið áfram til að finna út hvaða gervigreind hentar okkur best. Það er rosalega misjafnt eftir því hvað við erum að gera, í hverju við erum að vinna, erum við í félagsfræðivísindu rannsóknum, erum við í einhverjum svona meira STEM rannsóknum. Það er misjafnt eftir því hvað við erum að vinna við, hvaða gervigreindir við ættum að nýta. Síðan eru myndatól og þar koma DALL-E, Midjourney, Canva, Nightcafe og Shutterstock. Þar koma sterkar inn og það getur verið ótrúlega skemmtilegt að búa til myndir í AI. DALL-E er innbyggður í ChatGPT og það er hægt að búa til bókstaflega myndir af öllu, en til að nota þessi tól af einhverju viti þarf maður samt að vera svolítið skýr í framsetningu fyrirmælana. Það skiptir máli hvernig þú orðar hlutina og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því á eftir. En hvernig getum við notað AI til að létta okkur lífið? Jú, það er eiginlega hægt að nota gervigreind í bókstaflega hvað sem er. Hún getur hjálpað okkur við að fá með hugmyndir af viðburðum, skipuleggja árið viðburðarlega séð, hvað við ætlum að gera á safninu hjá okkur. Hún getur búið til texta og myndir fyrir samfélagsmiðla eða veggspjöld. Hún getur aðstofað við upplýsingaleit og rannsóknir, búið til bókalista, jafnvel byggða á útlána sögu notenda ef að við værum með aðgang að svona SLM og gætum matað hana á útlána sögu, að þá gæti hún komið með lista sem að myndi henta notendum til að sjá hvað þau ættu að lesa. Hún getur gert samantektir fyrir okkur úr bókum og rannsóknum, þannig að við til dæmis þyrftum ekki að lesa hverju einustu skáldsögu sem kemur á markaðinn til að geta samt sagt fólki nokkurn veginn hvað hún er. Og það til dæmis finnst mér algjör lúxus og hef nýtt það eins og með strákonum mínum að geta svona stikla á stóru í bókunum sem að þeir eru að lesa fyrir skólan þó ég hef ekki lesið þær. Mögulega gætum við nýtt þetta í skráningavinnu þannig að við gætum fengið AI til að stinga upp á hvaða flokkstölur við ættum að nota við skráningu. Hún getur komið með spá hvaða bækur ná vinsældum og það er bara mjög margt sem hún getur aðstofað okkur við í vinnunni og heima getur hún náttúrulega hjálpað okkur helling líka. Ég nota hana til dæmis til að skipuleggja hluti eins og þrif á heimilinu, af því mér finnst það rosalega leiðilegt. Þannig að hún bara gerir fyrir mig lista og bara þú átt að þrífa þetta núna og þetta næstu viku og svona. Og ég geri matseðil, set inn manneldismarkmið
og hún hjálpar mér að gera matseðil fyrir bara heilan mánuð einu þess vegna. Ég get talið upp fyrir hana hvað í ísskápnum og læt AI finna uppskrift sem að nýtir þau hráefni sem ég á. Hún gerir æfingaplön í ræktinni og ég spyr hana, þú veist, að alls konar skrýtnum spurningum. Hún hjálpar mér til dæmis þegar ég að gera krossgátur, ef ég alveg lens, stingur upp á bókum að lesa og sjónvarpsþáttum að horfa og allt mögulegt. Og prompts. Þetta orð eitthvað sem að maður heyrir rosalega mikið í tengslum við gervigreindina og þetta í raun og veru inputið þitt til gervigreindarinnar. Það sem að allt gengur raunverulega út á að nota nákvæm og skýr prompt til að fá AI til að gera það sem að við viljum að hún geri. Af því að ef við erum ekki nákvæm, að þá fyllir hún bara upp í eyðurnar. Ef ég til dæmis skrifa, mig vantar mynd af konu í stól, þá fæ ég þessa mynd. Þetta mynd af konu í stól, klárlega. En ef ég skrifa, mig vantar mynd af konu í djúpum, mjúkum stól, hún að lesa bók, það logar arineldur í rýminu og út stóra glugga sjáum við sólsetur í vetrarlandslagi. Þá fæ ég þessa mynd. Og þið sjáið muninn hvað þessi mynd í raun og veru miklu svona meira ekta, kannski, getum við sagt. Hinn var gervilegri innan gæsalappa, þó við sjáum alveg þetta sé AI og þeim hefur farið alveg rosalega fram. Það var áður að þá var mjög líklegt að ef þú baðst mynd af manneskju, þá var hún með, 10 putta og 15 tær eða 2 eyru sömu megin og því oftar sem að þú í raun og veru lætur hana rendera nýja mynd, þeim mun meiri líkur á því að hún komi með einhverja svona skrýtna hluti eins og 15 putta eða eitthvað svoleiðis. Og við getum nýtt þessa tækni til þess að búa til alveg ótrúlega skemmtilegar myndir sem að við gætum nýtt okkur í auglýsingar fyrir til dæmis bókasöfnin okkar. Og síðan promptið hérna, mig vantar hugmynd af 50 viðburðum til að halda á bókasafni á Íslandi. Viðburðirnir verða að tengjast íslenskum bókmenntum, íslenskum hátíðisdögum, áhugamálum Íslendinga, utanlandsferðir, gönguferðir, sund, golf, fótbolti, menningu minnihlutahópa, Pólverjar, Norðurlandaþjóðir, Filippseyingar. Ég setti þetta prompt inn í ChatGPT og ég verð að viðurkenna að það komu ótrúlega góðar niðurstöður. Og ég geri þetta bara á íslensku því að ChatGPT orðið mjög gott í að tala íslensku og þau það reyndar flest, þau flest orðin bara alveg þokkalega góð. Og hérna koma hugmyndirnar. Hún setti þetta fram, eitthvað sem tengdist íslenskum bókmenntum, ritsmíð fyrir ungmenni, hvernig skrifa íslenska glæpasögu, hvernig á að skrifa, hún ekki alveg fullkomin, sko. Konur í íslenskum bókmenntum, nútíma skáldsögur sem endurspegla íslenskt samfélag. Síðan kom hún með íslenskir hátíðisdagar og hefðir, rímna og kvæðakvöld fyrir þorrablót, jólabókaflóðið, hún veit hvað það af því hún alltaf að leita í íslenskum gögnum líka, bókaspjall og jólabókamarkaður, hrekkjavaka með íslenskum þjóðsögum, heiðrun gamalla sagna áramót. Hún ekki að koma með vondar hugmyndir, hún að koma með bara frekar skemmtilega hugmyndir. Áhugamál Íslendinga, ferðasögur frá víkingaöld til nútíma. Ég veit nú reyndar ekki hvort að golf í bókmenntum, bókaspjall sögulegar golfbækur. Ég veit ekki hvort við myndum finna mjög margar bækur þetta. Fjallaferðir í gegnum söguna, lestur og kajakferðir. Það mjög margt sem hún getur komið með. Menning minnihlutahópa, matarmenning í bókmenntum, íslensk og filippseysk matreiðslubók. Kannski þarf einhver að skrifa hana fyrst samt.
blönduð menningarviðburðir. Ég editaði ekkert það sem hún lét frá sér. Hún kom með þetta nákvæmlega svona. Fjöltengd upplesturskvöld, bækur lesnar á mismunandi tungumálum, stuttmyndasýning byggð á íslenskum bókmenntum. Þannig að þarna erum við komin með bara mjög góðan lista yfir viðburðir sem við gætum aðlagað og nýtt okkur. Og ef við erum til dæmis að starfa á bókasafni, að þá getum við verið miklu nákvæmari. Við getum sagt, þú veist, ég bý á Norðurlandi, ég í litlu sveitafélagi, jafnvel talið upp hverjir eru atvinnuvegirnir sem eru stundaðir og fengið ennþá fókusaðri niðurstöður frá henni. Og það er það sem þessi prompt ganga út á. Það er að vera nógu nákvæmur. Þannig að þú bara fáir outputið sem að þú vilt. Og eru einhverjar spurningar? Ég er til í að svara þeim. Ég heyrði í einhverjum. Ég nýti þetta líka svolítið mikið með börnunum mínum. Eldri strákurinn minn, hann er lesblindur og við höfum verið að ég hef verið að taka texta úr bókunum hjá honum, láta gervigreind lesa fyrir hann og einfalda tungumálið. Þannig að hann er kannski að lesa einhverja bók, hann er í framhaldsskóla og ég vil láta hann hefur verið að lesa einhverja bók og hann hefur ekki alveg skilið af því að textin hefur verið þyngri og þá hefur ChatGPT getað tekið textan og einfaldað tungumálið fyrir hann. Og þá getur hann líka spurt, en hvað þýðir þetta orð? Og þá getur Chatti bara svarað honum. Þannig að það er eins og hann sé bara alltaf með aðstofumann við hliðina á sér þegar hann notar gervigreind, sem að mér finnst alveg geggjað. En ég ætla að hef ekki meira að segja. Hvað segir Ingibjörg? Já, ég er með eina spurning, ég er með tvær spurningar. Mér langar að heyra hvort að þau sem eru á fundinum og eru að vinna á bókasöfnum, hvort að þeirra og öðrum starfsstöðum, hvort að þeirra starfsstaðir hafi sett einhverja stefnu í notkun gervigreindar í vinnunni hjá sér. Svo langaði mig líka að heyra hvort að einhver hefði verið að reyna að nýta gervigreind við í vinnunni hjá sér með greiningu og alls konar gögnum. Ég reyndi daginn að láta gervigreind telja fyrir mig að því að við erum með svona stórt Excel-skjal yfir alla viðburði safnsins sem við litakóðum. Svo hef ég alltaf hvert ár talið allt sem er með rauðum stöfum, það eru barnaviðburðirnir, hvað eru margir barnaviðburðir og hún réð nefnilega ekki við það að telja sem sagt því þá ég held að það hafi verið vegna þess að það hafi verið aðeins mismunandi rauðir litir sem hafi verið notaðir. Hún taldi ekki rétt reitina sem voru með rauðum stöfum. Ég baði að telja alla sellurnar sem hvað voru margar sellur með rauðum texta. Já. Hún gat ekki talið það rétt. Hvort einhver hefði verið að nýta eitthvað svona og hvort að það væri þá einhver gervigreind sem væri betri en önnur í svona vinnu. Já, varstu að nota ChatGPT í þetta? Nei, ég var að nota Microsoft Bing gervigreindina. Já, ef þú varst með þetta í Excel-skjali þá myndi ég til dæmis prófa að nota Copilot. Já. Því það er svolítið svona stílað inn á þú veist, hann ekki bara stílað inn á Microsoft, en það náttúrulega er innbyggt í Microsoft núorðið, þannig að það gæti til dæmis hjálpað. Okay. Þau eru nefnilega misgóð í svona ChatGPT sem er kannski það sem að ég þekki best sjálf. Það til dæmis er ekki rosa gott í Excel-skjölum. Nei. Að þá er náttúrulega líka formatið, þú veist, það skiptir oft máli líka bara hvernig formatið er. Þau ætla að deila skjánum þannig að við sjáum hvert annað.
þú ættir alveg geta prófað að setja þessi sömu gögn inn í fleiri módel og þá gætirðu fengið miklu betri niðurstöður. Já, En með einmitt, Excel-skjal að ég held að prófa. ég myndi byrja á Copilot ef ég væri Já. að vinna með Excel-skjal. Einmitt, einhver ég ætla að annar með prófa það. hugmyndir? Já, og Enginn einmitt, annar það með enginn annar með, ég hef svo forvitin hvað, að heyra frá sem sagt úr öðrum vinnustöðum svona hvað hefur verið rætt varðandi með notkun á gervigreind og hvernig á að nota hana og enginn, ekkert samtal um það. Ég sé Helgi stattur hjá okkur. Helgi, ert þú með hugmyndir? Já, hæ. Takk fyrir flottan fyrirlestur. Ég setti af stað könnun á Landsbókasafni fyrir jól notkun gervigreindar á safninu, sem bara mjög almennt, og það voru 27 svör sem bárust. Það voru það bil rúmur helmingur sem hafði notað gervigreind í starfinu sínu þá þegar, og bara margt áhugavert sem að kom í ljós þar í raun og veru. En svo náttúrulega þetta orðið nokkra mánaða, þannig að þá það spurning hvað ennþá rétt í þessu. En einhverjar stefnur þessu hjá ykkur varðandi með notkun á til dæmis myndum úr gervigreind í kynningu á safninu eða Í rauninni það ekki komið. Við erum svona svolítið að reyna að velta fyrir okkur að fara að byrja vinnuna, að setja saman vinnuhóp og svoleiðis. En það ekkert komið af stað þannig séð sú vinna. En það þarf að gera það og Já. bæði held ég að þurfi stefnu frá ríkinu en líka bara hjá okkur og háskólanum og öllum, hvernig við ætlum að nota þetta og hvað má setja inn í gervigreind og hvað ekki. Einmitt. Það skiptir líka máli hvaða upplýsingar maður dælir ángað inn, Það þarf að passa upp á það. Já, akkurat. En það einmitt í samtíð við hvort við megum nota eða hvernig við má nota myndir frá gervigreindinni. Ég persónulega, ég sé til dæmis ekki mun á því að nota mynd eins og það sem ég bjó til eða nota mynd úr einhverju svona stock image safni. Mér finnst það alveg sambærilegt, þannig að ef við til dæmis erum að nota stock images í kynningarefni eða bara í þess vegna bara samfélagsmiðla pósta, þá ættum við alveg eins að geta notað myndir frá AI. Það reyndar eitt varandi það þegar þú ert að láta AI búa til mynd sem ég finnst svolítið mikilvægt að koma fram. Ef þú, og það höfundaréttur. Ef þú setur inn í promptið, ég vil fá mynd í stíl Picasso, ef þú nefnir nafnið á einhverjum listamanni, þá ertu í raun og veru að brjóta höfundarétt. Eins og ef þú segir ég vil fá mynd í stíl í kúbisma stíl eða eitthvað svoleiðis, þótt þú fáir nánast sömu myndina út, þá ef þú nefnir aldrei nafnið á höfundinum, þá ertu ekki í raun og veru að brjóta höfundarétt. Þannig að þú þarft ef þú ert að búa til myndir svona, þá þarft að passa þig á því að brjóta ekki á höfundarétti með þessum hætti. Bara gott að þetta kom fram því að þetta var eitthvað sem ég kveikti ekki á perunni með. Það fullt af svona, ég fór á ráðstefnu í síðasta haust eða fyrra haust einmitt höfundarétt og gervigreind og þetta náttúrulega fullt af svona hlutum sem maður þarf að huga sem maður kannski ekkert alveg að kveikja. Já. Algjörlega, takk fyrir þetta. Þetta var mjög gott og þarft input, takk. Ég er með eina spurningu. Nú það þannig að ég hef ekkert skoðað þetta neinn ráði, þannig ég er svona bara virgin í þessum heimi. Var svolítið að setja upp bókasafnskerfi síðustu árin, kom mér ekki alveg inn í þetta. En þegar maður til dæmis að vinna með gögn, segjum nafnalista, kennitölur og ætla kannski að nota Copilot, hversu örugg eru slík gögn?
eða þú veist, einhver viðkvæm marketinggögn eða eitthvað, af því þú nefndir Excel. Þú veist, hvar eru mörkin? Og þetta kannski kemur líka inn á það sem er stefnu fyrirtækja og annað. Já, þarna erum við aftur komin á pínu svona, þú veist, grátt svæði, sko, af því að ef það eru náttúrulega kennitölur inn í þessum gögnum, að þá veit ég ekki hvort að við ættum að vera að nota svona large language models til að greina gögnin. Nei, mitt, maður vill ekki að þetta fara á flakk og ekki heldur netföng eða annað, sko. Nei, akkurat, þú veist, alls ekki, sko. Og við náttúrulega þannig séð höfum ekki stjórn á því hvað verður gögnin okkar þegar við setjum þau inn í þessi módel. Þannig eitthvað sem einmitt svona, þú veist, netföng og persónugreinanlegt, ég myndi ekki þora því. En það er spurningin hvort að það væri ekki hægt að nota bara eins og Copilot, þú veist, í, hvað maður að segja svona, þú veist, lokuðu umhverfi. Aftur, Helgi, hjálp. Já, þetta bara eitthvað sem mikið búið að vera að velta fyrir sér í háskólanum þegar ég hef verið að fara þar og spyrja á fjalla gervigreind. Og það einmitt þetta, sko, megum við setja, til dæmis þegar við erum að taka viðtöl og svoleiðis, getum við sett efnið þar inn og látið gervigreindina greina það. Og í raun og veru svarið náttúrulega, sko, þeir segja, sko, þú getur, samtöl eru oft notuð til þess að þjálfa gervigreind áfram og þá náttúrulega ættum við ekki að setja inn svona persónugreinanleg gögn þar inn og sérstaklega ekki svona mikilvæg gögn. Það svo hægt náttúrulega, ef þú ert í áskriftum þá hægt að merkja við, sko, að samtalið verði ekki notað fari ekki lengra og gögninni fari ekki lengra og verði ekki notað til þess að þjálfa gervigreindir. En þá aftur komin að sko, treystum við fyrirtækjunum eða ekki? Getum við treyst því að það sem þeir segja þessum efnum sé alveg rétt? Það ég myndi segja í dag, þá þetta, þú veist, margt af þessu í Bandaríkjunum og það regluverk svona svolítið að hrynja núna, þannig að ég myndi ekki þora að setja mjög svona persónugreinanleg gögn þarna inn, jafnvel þótt sagt sé að þau fari ekki lengra. Hins vegar, þá náttúrulega hægt, sko, þá til dæmis til eins og Lama, gervigreindin sem að Meta bjó til og fleiri sem hægt sko, í raun og veru að hlaða niður og setja upp á eigin tölvu. Það flókið, þú þarft að nánast að hafa tölvunarfræðingur hliðina til þess að gera það. En það hægt og ef þú býr til svona lokað kerfi að gervigreind á tölvuninni þá gætirðu nota það til þess að fara yfir svolítið sko án hræðslu, en það kannski svolítið flóknara heldur það sem við erum endilega að skoða. Já. Takk fyrir þetta, Helgi. Og Ingibjörg, varst þú með aðra spurningu? Já, nei, ég ætlaði bara einmitt þetta með, sko, svo hann kom inn á þetta með, sko, einmitt þetta, svona þessu opnu grunna og svo lokuðu, að bara einmitt að í þessum opnu grunnu þá þarf bara einmitt vera bara mjög varkár og alls ekki sitja inn svona persónugreinanleg gögna því að þá svo til dæmis að þú setur lista af kennitölum svo geti og á þess að sé neitt ef þú ert bara að dæla þess inn þá getur næstu komið bara, já, gæti þú gefið mér lista af íslenskum kennitölum og þá þú veist það ekkert sem myndi stoppa það, sko, eða bara getur þú gefið mér lista af netföngum og þá bara dælur hún öllum netföngum sem hún hefur fengið inn í kerfið eða, já, þannig að það náttúrulega vera mjög varkár í svona. Akkurat, við þurfum nefnilega að passa okkur því að við vitum ekki alveg alltaf hver gögnin okkar að fara. En ef það ekki fleiri spurningar að þá bara ætla ég að þakka fyrir, náði þessu á hálftíma og fyrirlesturinn verður aðgengilegur ef að þið hafið áhuga á að deila honum með fleirum og ekki hika við að senda á mig spurningar ef það einhverjar og bara takk kærlega fyrir.